Hæ, hæ, gott að sjá ykkur. Látum okkur sjá. Ég ætla að hafa sjálfa mig hérna á símanum fyrir fram mig svo ég geti fylgst með kommentum. Verið velkomin, það er fullt tungl og reyndar þá er fullt tungl seint í kvöld og svo litið skiptar skoðanir það hvort það sé hvora megin við miðnættið er lendur. Það er, já, sumstaðar, ég var ekki alveg með, ég er ekki með dagatala mitt fyrir fram að mig og ég er venjulega að miða við það, en það er öðru hvora megin við miðnættið, þannig að það er svolítið skiptar skoðanir hvort að hér á Íslandi það sé, teljist til 20. eða 21. Aðeins eitthvað stillingaratriði hérna varandi feedið, ég vona að þetta sé í lagi. Sýnist allt verið gúti. Allavega, eins og ég segi, það eru pínu skiptar skoðanir á hvora megin við miðnættið fullatunglið er í hafpunkti hér á Íslandi, en ég ákvað að gera þetta í dag bara til þess að ná frekar þá rétt fyrir fullt tungl heldur en rétt eftir. En á fullu tungli þá skoðum við svolítið hvað er að koma upp á yfirborð hjá okkur, hvað við þurfum kannski að sleppa tökunum á og kveðja, hvað tunglið er að lýsa upp hjá okkur, það lýsir upp myrkrið í okkur sjálfum og þá útkomuna frá því, hver þá næstu skref eru. Ég ætla að sýna ykkur stokkana, við erum að nota Spirit of the Wheel, Moonology og Elemental Power Tarot. Og ég ætla að lækka skjáin núna þannig að þið sjáið stokkana á borðinu hjá mér og getið þá valið ykkur stokk og tengt ykkur við og á meðan ætla ég að segja ykkur aðeins betur frá þessu tungli, svona rétt snert á því. Þannig að ok. Svona, nú sjáið þið spilin. Það eru Spirit of the Wheel, Moonology og Elemental Power Tarot. Þannig að eins og ég segi, veljið ykkur einn stokk og tengið ykkur við og svo les ég upp úr þeim öllum á eftir. Þetta fulla tungl er fullt tungl í Fiskum og þetta er þar að auki svo kallega Harvest Moon eða uppskeru tungl sem er náttúrulega árstíminn núna. Það komið haust og við erum alltaf að skera upp, gera upp og skera upp og uppskera. En það sem fylgir þessi tungli núna fyrir vikið er að við erum mörg hver að sjá svolítið afraksturinn af því sem við erum búin að gera síðustu misseri 6 mánuði eða svo. Við erum mörg hver búin að vera að sá fræjum svona hér og þar og erum kannski að sjá svolítið afraksturinn þar. Og þetta getur allt verið frá því eitthvað sem við byrjuðum að stúdera bara eitthvað hérna snemma í vor eða fyrir hálfu ári síðan, eitthvað svoleiðis, eða bara núna í síðsumar mánuðunum. Nú það sem að fylgir þessu svolítið líka er sem sagt afsakið að sem sagt af því að þetta er í fiski og það sem að fylgir fiskinum er innsæi. Þannig að núna er hjá mörgum okkar að koma upp sterkar tilfinningar djúpt innan úr maganum á okkur eða brjóstinu, innsæistilfinningin okkar láta heyra svolítið hátt í sér og okkur þá er þá svolítið mikilvægt að hlusta vel á það núna. Innsæið okkar er svolítið sterkt þessi dagana, þannig að það er að gera sína því virðingu og hlusta. Því fylgir því miður að hjá mörgum okkar þá veldur þetta ákveðnum kvíða að þegar innsæistilfinningin fer að vara okkur við einhverju og við kunnum ekki alveg að lesa í það, að þá kannski
verður þetta okkur hætti til að halda að sé eitthvað miklu stærra mál heldur en það sé. Þannig að þetta svolítið svona maður þarf að finna jafnvægið á innsæðinu og rökhugsunni, en að gera núna að virkilega taka mark á magatilfinningunni. En nú skulum við fara í lesturinn og ég ætla að byrja á Spirit of the Wheel. Þannig að þá tek ég hina stokkuna til hliðar og við fáum 3 spil. Fyrsta spilið er það sem við þurfum að sleppa tökunum á og sættast við. Og það er Introspection, Spirit Path of the West. Þetta er innri vinnan, það að horfa inn á við og sálarferðalagið. Þetta er ávísun upp á það að ná sér svolítið inn í sjónarhorn, draga sér svolítið til hlés og leita vel inn á við. Miðað við stöðun á spilunum verandi það að þetta er það sem við þurfum að sleppa tökunum á, er að í fyrsta lagi þá þurfum við kannski að sleppa tökunum á eigin skoðunum og þar af leiðandi eigin hroka, eigin vissu að við vitum allt og gerum allt og séum svona hundvissi í okkar. Þetta er svolítið til köllun á auðmýkt, að leita inn á við og horfa á hlutinu svolítið öðrum augum, draga sér til hlés. Þannig að það þarf svolítið að sleppa tökunum á því sem við þykjumst endilega vera viss með. Næsta spil er það sem að þetta tungl er að lýsa upp. Það kemur hérna styrkurinn, aftur, sálarferð til vesturs. Og þetta á svolítið heim og saman með hinu því að þetta er sem sagt, aðri máttur er að bjóða fram aðstoð. Þetta er köllun á þolinmæði og hugleiðingu. Þannig vex innri styrkur. Þannig að það þarf að sleppa tökunum á vissunni sinni, hrokanum sínum. Það þarf að horfa á heiminn svolítið nýjum augum, draga sig til hlés, leita í hugleiðsluna, þolinmæðina, biðja hjálp til þess að styrkja sig. Síðasta spilið eru þá næstu skref. Hvað er á næsta leiti? Það kemur traustið sem er í suðrinu. Personal space, eða það er að segja að taka sér pláss og hafa búblunum sína svolítið stóra. Á sama tíma er þetta opinleiki og trú. Þannig að á næsta leiti er svolítið þetta að treysta á að maður sé öruggur inn í sinni svona prívat búblu en geti samt verið félagslegur, hleypt öðrum að, haft trú á því að það sé ekki verið að reyna að klekkja manni eða fara bak við manni eða brjóta manni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er á næsta leiti sem er mjög gott. En þetta er heilt yfir svolítið köllun á það að leggja svolítið skoðanir sínar á hilluna og til hliðar, skoða þær frá nýju sjónarhorni, leita í einveruna og draga sig til hlés, nota þessa einveru og innri vinnu til þess að styrkja sig, biðja aðstoð frá æðri mátti til að hjálpa sér við það með hugleiðslu, þolinmæði og innri vinnu.
og með því fæst nýtt traust, bæði á sjálfa sig og heiminn og aðra í kringum. Og þá er líka í lagi að halda bara svolítið svona sinni búblu svolítið stórri. Það þurfa allir sitt pláss og við þurfum stundum að hafa bara búblun okkur svolítið stóra. Við getum samt lært að vera félagsleg og einlæg og innileg við aðra þrátt fyrir og leyft öðrum að nálgast okkur á sama hátt þrátt fyrir að vera með stóra búblu. Og það er bara svona, já, það þarf svolítið að lærast. En þetta var ágætis logn. Þannig að næst förum við í monologi. Og aftur byrjum við á því hvað við þurfum að skilja eftir og ná sáttum við. Það kemur hér fullt tungl í Vatnsbera og það er Show the world the real you, sýndu heiminum sanna sjálfið þitt. Núna er komin tími á að ganga þann veg sem maður boðar og treysta svolítið á sjálfan sig líka. Ekki vera feluleik og vera sjálfansröks samkvæmur í öllum aðstæðum. Ekki gleyma sér að detti það að fylgja alltaf fjöldanum eða fylgja hinum og þessum félagslega í ákveðnum aðstöðunum og vera síðan dauðuppgefinn þegar maður kemur heim. Núna er svolítið köllun á það að vertu þú sjálfur eða sjálf sama hvað. Við erum mörg sem höfum átt að til að kannski setja upp grímur í vissum aðstæðum. Núna er kominn tími til að fletta því svolítið niður og í rauninni spara grímuna eins og maður getur. Svo er það hvað þetta fulla tungl er að lýsa upp í myrkrinu. Og þá kemur nýtt tungl í Vatnsbera og það er Bring love into the situation, það er að segja settu ást og kærleik inn í myndina, inn í málin. Og þetta finnst mér snúa beint að sjálfinu, ykkur sjálfu, að þegar hér er verið að benda ykkur á að nú þurfið þið að bara sætta ykkur vita hver þið eruð og elska hver þið eruð, sýna heiminu hver þið eruð og ekki setja upp grímur við hinar þessar aðstæður. Það gerir þú og hvernig þú kemst í gegnum það, af því það er talsverður pakki allt inn að afhjúpa sig og vera bara maður sjálfur. Það gerir maður með kærleik, bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum. Af því að ef þú hugsar út í það virkilega, myndirðu segja hluti við náungan eða koma fram við náungan eins og þú gerir við sjálfa þig þegar þú ert að reyna að fela þig. Þegar þú ert að setja upp grímuna einar eða þegar þú ert að taka niður grímuna og fer ósjálfrátt og óvart í niðurrið. Hér þarf að byggja upp kærleikann á sjálfinu og gagnvart öðrum. Þessu fylgir líka í rauninni að sýna náungunum þann kærleika og virðingu að hann samþykki þig eins og þú ert í stað þess að draga þá ályktun að hann dæmi þig. Þannig að settu kærleikann inn í myndina og haltu áfram út frá því. Síðasta spilið er þá hvað kemur næst. Og þá kemur fullt tungl í Fiski sem er Balance Spirituality and Practicality. Það er að segja haltu jafnvægi á andlegu hliðinni og hagsýnu hliðinni eða rökréttu hliðinni. Það getur verið erfitt að vera á kafi í andlegri vinnu
og ætla að vera mjög hagsýn og praktískur heima við líka, eða í vinnunni, eða hvað nú. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf svolítið að finna sig og passa sig með. Þannig að miðað við að hér er verið að kalla á að þú afhjúpirðu svolítið og taki niður grímurnar og sýnir heiminu hver þú ert, en á sama tíma þarftu að halda jafnvægi á sálrænu og andlegu málunum þínum og rökrænu hagsýnum málunum. Þannig að það er þá kannski verið að biðja þau að sýna svolítið þessar andlegu hliðar og pælingar og stúderingar og trúmál og hvað nú í lífinu. Leyfa fólki svolítið að sjá hvernig þú hugsar, hvar þú stendur, án þess að láta það keyra þau koll, án þess að þegar þú mætir andstöðu að það keyri þau koll. Og eins líka í svona andlegri vinnu, fólki hættir til að missa aðeins jarðtengingu og svífa svolítið út í loftið, þannig að þá þarf að jarðtengja sig vel og halda svolítið fótunum á jörðinni. Því við þurfum öll einhvern veginn að lifa sem bæði andleg og praktísk manneskja, bara til þess að fúnkera í samfélaginu. Þannig já, þetta voru Moonology. Þá förum við næst í Elemental Power Tarot. Og fyrsta spilið er þá hvað við þurfum að sleppa tökunum á og finna sættir við. Og það kemur tunglið sem er innra myrkrið okkar, innsæið, jafnframt óvissan. Það er að segja, hér er verið að segja okkur sleppa tökunum á því að við getum ekki alltaf vitað allt. Saman hvað við reynum, þá er alltaf eitthvað sem við vitum ekki. Þannig að við þurfum svolítið að sættast við það. Við þurfum líka að líta inn á við og sættast við eigin myrkur, eigin bresti, eigin breyskleika og sleppa tökunum á því ekki rík halda í þar auki fortíðina og kannski einhver áföll sem að hafa átt sinn þátt í okkar breyskleika. Þannig að við þurfum svolítið að sleppa tökunum þar. Næst fáum við spili sem að það sem er verið að upplýsa, þessum tunglið er að lýsa upp í myrkrinu, og það eru elskendurnir sem eru hið dýnamíska val að velja í hver áttin ætli að fara, hægri eða vinstri. Þetta er líka endurspeglunin, öfgarnir, svart og hvít. Það er að segja þegar við horfum á náungan og hvað upplifum við? Upplifum við endurspeglun á okkur sjálfum? Hvernig líkar okkur við það? Upplifum við andstæðu við okkur sjálf? Hvernig líkar okkur við það? Og eins og ég segi, þá er þetta líka valið, hið dýnamíska val, í hvern fót við ætlum að stíga eða í hvað áttu við ætlum að fara. Þannig að núna er verið að kalla á það að við veljum þrátt fyrir óvissun og þrátt fyrir að vera ekki viss með ýmislegt, og þar sem við erum að tala um fullt tungl í fiski sem fjallar svolítið innsæið. Ég get ekki sagt annað en að þetta er köllun á að fylgja innsæinu algjörlega þrátt fyrir að hafa ekki allar upplýsingar upp á borðinu, þrátt fyrir að vera með óvissu. Það þarf að velja. Og hvað kemur næst?
kemur örlagahjólið. Upphaf og endir. Örlagin grípa inn í og ný hringrás byrjar. Það er að segja þegar að þú hefur þrátt fyrir ákveðna óvissu, þegar þú hefur valið í hvar áttina þú ætlar að fara eða annarkvort valmöguleikann eða hvað sem að það er nú, þá fyrst byrjar örlagahjólið þitt að snúast upp á nýtt. Þá verður gripið inn í og allt fer að staða aftur. Hringrásin sem þú ert búin að vera í núna og búin að vera að endurtaka í x langan tíma endar og eitthvað nýtt byrjar, nýtt upphaf. Og það er í ljósi þess að þetta er örlagahjólið eða lukkuhjólið, oft kallað líka Wheel of Fortune, lukkuhjól, þá í rauninu getur það ekki boðað annað en gott. En fyrst þarftu að velja þrátt fyrir að vita ekki. Og eins og ég sagði áðan við að við erum að í dag fjalla fullt tungl í fiskum sem fjallar innsæðið, þá get ég ekki sagt annað en þráttur og vitir ekki allar upplýsingarna sem þér finnst þú þurfa, þá verður samt að velja út frá hjartanu og maganum, innsæðistilfinningunni þinni, til þess að byrja nýja hringrás og hún getur ekki farið öðru sen vel af því að þetta er lukkuhjólið. Og þannig var nú það. Jæja, þá er ég búin að lesa upp úr allir stokkunum og þessu live lestri er lokið og ég þakka bara kærlega fyrir áheyrnina og takk fyrir að fylgjast með. Ég vona að þið njótið góðs af og að þetta komi til með að gagnast einhverju. Ég nýt þess að gera þetta, þannig ég held þessu áfram. Ef þið hafa áhuga á einkafundi þá er ég að taka í fjarlæstra. Ég á nokkra lausatíma í vikunni eins og ég hann ekki fyrir en eftir helgi. Þannig að endilega sendi skilaboð ef eitthvað er og svo bráðulega mun ég fara að bjóða upp á nýja þjónustu sem að verða vídeólestrar, þar segja ekki í beinum samskiptum heldur tek ég upp miðlun með spilum. En ég mun segja ykkur betur frá því seinna þegar að ég er búin að fastmóta það hugmynd. En annars þá segi ég bara takk hérlega fyrir mig og við sjáumst eftir 2 vikur á nýju tungli. Bæjó!